Þór Saari. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, nú einu ári eftir útkomu skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem upplýsti aðkomu stjórnmálamanna að hruninu eðlilegt að almenningur í landinu fái tækifæri til að velja sér fulltrúa á Alþingi að nýju. Nú einu ári eftir útkomu skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem leiddi í ljós hver aðkoma fjórflokksins að hruninu var, eiga almennir flokksmenn allra stjórnmálaflokka á Íslandi að fá tækifæri til að endurmeta forystufólk sitt og þingmenn sína. Það þing sem hér situr mun ekki hjálpa þjóðinni frá hruninu. Það hefur sýnt sig og það mun verða svo. Þess vegna styð ég þessa tillögu og segi já við vantraust á þessa ríkisstjórn og styð það að það verði hér kosningar. Þingmaðurinn segir já. Þórunn Sveinbjarnardóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, ég held að það sé brýnt að hafa það í huga við þessa atkvæðagreiðslu að við erum vonandi á rúmlega miðri leið í endurreisn eftir bankahrunið sem var hér fyrir 2,5 ári síðan. Það eru enn mörg verk óunnin. Það er margt sem þarf að klára. Erindi ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur er brýnt og þarft. Stefnan er skýr. Svo má vera að einhverjir heltist úr lestinni, en við munum klára þetta verkefni. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur mun klára þetta kjörtímabil og ég segi nei við þessu vantrausti vegna þess að í því felst einhver sú innantómasta hótun sem ég hef nokkuð tíman orðið vitni að í þessum þingsal. Þingmaðurinn segir nei. Þráinn Bertelsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, vegna þeirra sem eru atvinnulausir, vegna þeirra sem eru skuldum vafðir, vegna þeirra sem hrekjast úr landi, vegna þeirra sem eigum sárt að binda eftir 18 ára óstjórn Sjálfstæðisflokksins og þess hruns sem hann leiddi yfir þjóðina, vil ég þakka háttvirtum þingmanni Bjarna Benediktssyni fyrir þetta tækifæri til að votta stjórn félagshyggjuflokkanna traust mitt á þessum stað og á þessari stundu. Megi þessi stjórn lengi lifa. Ég segi nei við vantraustinu. Þingmaðurinn segir nei. Bjarkey Gunnarsdóttir. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Ögmundur Jónasson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Össur Skarphéðinsson. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Atli Gíslason. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, í eindreginni og einlægri andstöðu minni gegn ESB og jafn eindregnum og einlægum stuðningi mínum við sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi hennar, þá segi ég já. Þingmaðurinn segir já. Auður Lilja Erlingsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Árni Páll Árnason. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, haustið 2008 dundu miklir erfiðleikar yfir íslenska þjóð. Úrvinnsla þeirra erfiðleika hefur leitt þjóðina í mikil vandræði. Deilur, ágreiningur hefur verið ráðandi í samfélaginu. Eftir erfiðan ágreining sem við leitum til lykta síðustu helgi hefði það verið mikil gjöf að geta fært þjóðinni núna þá gjöf að við sameinumst verkefnin fram undan. Að við vinnum saman að lausnum og setjum þjóðarhagsmuni í öndvegi. Leggjum til hliðar stundarhagsmuni. Leggjum til hliðar pólitíska flokkshagsmuni einungis stund. Það hefur okkur því miður ekki auðnast að gera hér. En til að leggja mitt lóð á þá vogarskál segi ég nei við þessari vanhugsuðu vantrauststillögu. Þingmaðurinn segir nei. Árni Johnsen. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur ekki góða áru.
Hún minnir margt á æri sjálfheldu eða marhnút í grunnum skerjapolli. Ríkisstjórnin er verkviðin og hrædd og það skilar engu. Hún hvetur ekki en hún letur og letur og letur. Ríkisstjórnin býður aðeins upp á depurð og vonleysi og kjarkleysi, skilur heimili og atvinnusköpun eftir á víðavangi. Það gengur ekki og hún gengur alls ekki til verka. Við ætlum að fara að gera það. Við ætlum að fara að gera það. Við ætlum að fara að gera það. Klifar hæstv. Forsætisráðherra sífellt á. En það skeður ekkert. Tími ríkisstjórnarinnar hefur tærst upp í ekki neitt. Íslendingar eiga betra skilið. Ég segi já. Þingmaðurinn segir já. Árni Þór Sigurðsson. Þingmaðurinn segir nei. Ásbjörn Óttarsson. Þingmaðurinn segir já. Ásmundur Einar Daðason. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, við lifum á tímum þar sem forgangsröðun á að vera sett í öndvegi. Við lifum á tímum þar sem þarf að skera niður og við erum að taka okkur miklar þrengingar. Á sama tíma eru settir milljarðar og mikil tími og vinna í Evrópusambandsumsókn sem að nú 3 flokkar á Alþingi eru mótfallnir inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Nú verður að stokka upp. Nú þarf að stöðva þessa Evrópusambandsvegferð, setja hana í annan farveg og ég segi því já við þessari tillögu sem hér er lögð fram. Þingmaðurinn segir já. Birgir Ármannsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstvirtur forseti. Fyrir 53 árum var hér í þessum sal forsætisráðherra sem lýsti ástandinu í ríkisstjórn sinni þannig að þar væri engin samstaða úrræði sem að gagni mættu koma. Þessi ummæli Hermanns Jónassonar mörkuðu endalok þeirrar ríkisstjórnar sem hann stýrði. Hið sama má segja þá ríkisstjórn sem nú situr. Hún kemur sér ekki saman nein úrræði sem að gagni mega að koma, hún á að fara frá, þess vegna segi ég já. Þingmaðurinn segir já. Birgitta Jónsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, ég legg svo til og mæli með að forysta ríkisstjórnarinnar segi af sér nú þegar. Ég stend frammi fyrir því ef ég sit hjá, er ég að styðja við fólkið í stafninu sem ég ber ekki traust til og ef ég samþykki og ég samþykki því vantraust á forsætisráðherra og fjármálaráðherra og ég kalla eftir utanþingsstjórn uns við höfum tryggt stjórnarskrárbreytingar og raunverulega skjaldborg heimilin í landinu. Ég segi já. Þingmaðurinn segir já. Birkir Jón Jónsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, ég ætla hér í þessari atkvæðagreiðslu að greiða þessu máli atkvæði samkvæmt efni málsins en ekki hvaðan það kemur. Og það er gamaldags pólitík hér, sérstaklega af hálfu stjórnarliða, þegar að maður hefur hlustað á ræður þeirra, að innanflokksmál Sjálfstæðisflokksins eru oftar nefnd heldur en hagsmunir fólksins í landinu. Þetta er gamaldags pólitík að mínu viti. Og ég ætla að rökstyðja mitt mál hér. Við Framsóknarmenn, við höfum lagt fram tillögur varða skuldamál heimilanna í landinu, fyrirtækjanna í landinu. Við höfum tvisvar sinnum lagt fram efnahagstillögur, það hefur ekkert verið á það hlustað. Á kröftugu flokksþingi okkar síðustu helgi lögðum við fram beinskeytta stefnu í atvinnumálum þjóðarinnar. Og hæstvirtur forsætisráðherra gaf ekki mikinn ádrátt það að á það yrði hlustað. Og ég er í pólitík til þess að hafa áhrif, koma góðum málum áfram. Með þessari ríkisstjórn náum við Framsóknarmenn ekki að koma mikilvægum áformum okkar og stefnumálum í framkvæmd og þess vegna segi ég já við þessari tillögu. Þingmaðurinn segir já. Bjarni Benediktsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, það er óumdeilanlegt að þessi umræða sem hér hefur farið fram í dag var nauðsynleg og hún var gagnleg til þess að taka mælingu á stöðu ríkisstjórnarinnar. Ég efast ekki í eina sekúndu það að aðilar vinnumarkaðarins hafa til dæmis verið að fylgjast hér með. Þeir hafa heyrt
þingmenn Vinstri grænna koma hér upp og lýsa yfir stuðningi við ríkisstjórnina en áskilja þann stuðning til dæmis því að ekki verði virkjað í neðri Þjórsá. Það er athyglisvert fyrir þá aðila vinnumarkaðarins sem nú sitja við samningaborðið. Við höfum líka fengið að heyra háttvirtan þingmann Ögmund Jónasson, hæstvirtan ráðherra, lýsa því hér yfir. Hann hlýtur nú eiginlega að hafa verið skrýtla hjá ráðherranum þegar hann sagði að besta leiðin til þess að verjast inngöngu í ESB væri að styðja Vinstri græna sem myndu í góðu samstarfi við Samfylkinguna fella tillögu inngöngu í Evrópusambandið. Og sá þingmaður sem kom hér upp og lýsti sig sem sérstakan talsmann sanngirninnar, háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson, hann treysti sér ekki einu sinni til þess að styðja ríkisstjórnina. Það er enginn í þessu landi sem að ber nokkra von í brjósti að ríkisstjórnin geti rifið sig upp og farið að gæta hagsmuna þjóðarinnar. Það eina sem hægt er að gera er að segja já við þessari tillögu. Þingmaðurinn segir já. Björgvin G. Sigurðsson, þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, ég tek undir það að umræðan í dag hefur margt verið góð og gagnleg og til dæmis hefur það komið vel fram máli forystumanna ríkisstjórnarinnar að henni hefur gengið vel við að koma á jöfnuði í ríkisfjármálum og leið að vinna mörgum réttlætismálum brautargengi, málum að borð við eignarhald þjóðarinnar á auðlindum sínum og endurskoðun stjórnarskrárinnar. Þá er ótalið að þessi ríkisstjórn hefur leitt stærsta hagsmunamál þjóðarinnar í lýðræðislegt ferli og það mál er umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu. Þessa ríkisstjórn einnig treysti ég til að leiða það mál til lykta og koma með samning í þjóðaratkvæði innan 2 ára. Því segi ég að sjálfsögðu nei við vantraust á þessa ríkisstjórn. Þingmaðurinn segir nei. Björn Valur Gíslason. Nei. Þingmaðurinn segir nei. Ásta R. Jóhannesdóttir segir nei. Fyrri málsgrein tillögunnar er felld með 32 atkvæðum gegn 30, einn greiðir ekki atkvæði.